Það er sunnudagskvöld í nóvember, hiti við frostmark. Kafarar úr björgunarsveitinni Suðurnes eru mættir að Njarðvíkurhöfn. Það er æfing. Tilkynnt hafði verið mann sem hafði stungið sér til sunds í höfninni en fljótlega horfið sjónum manna. Æfingin var óvænt og boðuð fyrirvaralaust. Við vorum bara að æfa fyrstu viðbrögð við mann í sjó. Það var bara kallað út af enginn af þessari óvæntu æfingu. Hvernig var þetta byggt upp? Hvað átti að hafa gerst? Það átti bara maður að fara hérna í sjóinn í Njarðvíkurhöfn og meira vissum við ekki og við urðum bara að koma hérna og byrja að leita eftir því hvað vitni sögðu. Útkallið á að vera sem raunverulegast. Það reyndi því á köfunarflokkinn. Hann hefur yfir að ráða gömlum sjúkrabíl sem nú er sérútbúinn fyrir kafara. Hjörleifur Svavar er fyrsti kafarinn og var fljótur í sjóinn. Hann hóf þegar leit samkvæmt ákveðnu skipulagi. Kafarinn er í sambandi við félaga sín á bryggjunni í gegnum fjarskipti. Neðan sjávar er skyggnið ekkert. Þú fer fyrstu niður. Hvað blasir við þér þegar þú kemur niður í svona kolsvarta myrkur? Bara botninn og veggurinn, höfnin. Og svo þegar maður kemur niður þá bara blasir ekkert við manni. Það bara þyrlist allt upp. Og svo bara leita maður með því að þreifa og vinna sig hægt áfram. Hvernig vinnur þessa leit? Ferðu eftir ykkur svona ákveðnu skipulagi, ykkur línur? Já, ég fór bara með fram höfnina alveg fyrst. Var þá bara með höfnina á hægri hönd þegar ég var niðri og var alltaf með þannig að ég geti snert höfnina og svo vann ég mig báðum megin til að vera bara viss það að missa ekki að neinu. Kafarinn sé rétt svo 5 cm framfyrir sig. Algjört myrkur og botninn gruggast upp í ljósinu sem kafarinn hefur með sér. Eftir nokkra mínútur í kafi skila leitin þó árangri. Sá sem leitaði að er fundinn. Annar kafari, hún Erla, er tilbúin í köfun og stekkur í höfnina. Gleraugu hennar fyllast strax af móðu. Já, einhver hluta vegna það var bara móða hjá mér en ég er föst í línu, hann er fastur línu og ég festi mig við þá línu. Þannig að ég fer bara með frá línunni niður og þannig finn ég hann, þannig ég þarf raun ekki að leita mikið að hinum kafaranum. En svo þegar ég kem að honum þá rétt sé ég bara rautt sem er þá dúkkan og ég vissi að ég átti að taka í dúkkuna og fara upp en ég þurfti raun ekki að sjá neitt mikið Á botni hafnarinnar sameinast kafararnir að ná líkinu sem í þessu tilviki er þungbrúða upp úr sjónum. Sjóflokkur björgunarsveitarinnar er komið til aðstoðar á gúmmíbát. Líkinu er komið í bátinn og þaðan á land. Kafararnir koma sér úr sjónum og á þurrt. Þegar komið er í hús er gengið frá búnaði og farið yfir æfinguna. Hvað hefði mátt betur fara og hvað tókst vel? Hvað er það sem að færa ykkur til að taka þátt og vera félagar í svona köfunarhóp innan björgunarsveitar? Vá, ég veit ekki, það er svo margt. Það er bara kuldinn og blautan. Og líka bara þetta að þetta er ákveðin fræði og mikil æfing og þessi fyrir í þetta þannig að það er einhvern veginn spennan og það sem maður veit ekki þegar maður kemur niður og veit ekki, þetta er eitthvað við þetta. Það er eitthvað skemmtilegt við þetta. Æfið þið reglulega? Já, við æfum mjög reglulega. Við reynum að kafa eins mikið og við getum. En við reynum að kafa við svona aðstæður. Þetta eru okkar aðstæður. Þegar orðið dimmt og kalt og allt er farið bara út allt og þá erum við tilbúin að fara út í. Hvað er stór hópur hjá okkur í þessum köfunarverkefnum? Við hérna suður frá, við erum kannski svona 6-7 manna hópur sem erum virki í þessu og æfum reglulega. Við erum hérna með, eins og sérð, við erum með heila bíl undir raskatið okkur og við erum bara klárir í þetta. Það er bara þannig.